Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín eru komnir 3 ljótir hálfvitar og þeir fóru ekki gegnum Vaðlaheiðargöng. Velkomnir. Hvernig stendur á því að þið fóru Víkurskarðið? Það var fæst. Þú fórst ekki í Víkurskarðið? Ég fór alls í Víkurskarðið. Það hefði bara tekið svo agalega langan tíma fyrir mig. Já, það var úr leið fyrir þig, en Ármann og Bibi, þið komuð Víkurskarðið. Okkur lá bara ekki meira á, sko. Nei. Ég er ekki búinn að redda mér inn í áskrift, sko, þannig að ég borga 1500 kall fyrir 16 kilometra. Nú er ég bara hljóma svo mamma mín, af hverju tók ég ekki? Það hefði verið 750 kall á mann, sko. Eru þið að spá í... Við tökum göngin tilbaka. Það ekki? Eru þið að spá í svona áskriftarsystem eitthvað? Þurfið þið ekki stundum að fara í gegnum göngin? Jú, algjörlega. Ekki nóg oft kannski? Ég hef bara svona... Ekki nóg oft. Já, veist, skilgreindu ekki nóg oft. Hálfvitar þurfti að kaupa sér svona passa. Til hvers? Bara eins að það eru nokkur okkar sem farið alltaf mikið í gegnum göngin. Láta hljómsveitina bara spæsa. Já, ég er alveg til í það. En það stendur mikið til, 2-faldir tónleikar á Græna hattinum og þessi þáttur fer í loftið núna og þá eru þið bara sem sagt að fara á svið eftir 2 tíma. Ok. Já. Ok, spennandi. Já. Og það er ekki uppselt á þá tónleika, að við höldum ekki. Við höldum ekki. Ég veit það ekki hvort það verður það. En það gæti verið orðið þegar þátturinn fer í loftið. Já. Það er að gera það. En það er sagt að það sé uppselt á laugardagstónleikanum. En svo eru kannski alltaf 20 með til við hurðina eða hvað? Sko, já, það er alltaf svoleiðis, þannig að hérna, þú veist, þó svo að það sé orðið hvaðinu kannski orðið uppselt líka föstudagskvöldið. Lögskvöldið. Já, en líka föstudagskvöldið, sagði ég. Mögulega. Já, djók. Það bara drífa sig samt. Skella sér röðina og tekka þessu síðustu 20 miðum. Já. Eða 30 fyrir eftir hvort að Haukur í stuði og hversu feitir þeir eru sem mæta og svona. Já. En hérna, þið eru orðnir alveg háeldru hljómsveit, svo að segja, er það ekki? Jú. Við erum það. 12 ára? 12 ára. Já, við erum sko stofnum 2006, þannig að... Reiknið nú. 12 plus, sko. 13 á þessu ári. Og sömu 9 frá upphafi, sko. Það er svolítið magnað. Þannig að ef þú ferð sko að reikna starfsárin, þá eru þau orðin fárálega mörg, sko. Hvað er 9 sem 12? Það er athyglisverður punktur. Af því að það er kannski ekkert mál að halda saman 4-mannabandi. Og það, það er hellingsmál. Trúðu mér, það er alveg hellingsmál. Þú líka prófað það? Oft. Já. En 9 er dálítið afrek, verði ég að segja. Já. Það er eiginlega svolítið magnað. Og hvað eru það margar plötur á þessum tíma? 5. 5 plötur? 5. Og svo eru það að spá í bara að fara að gera plötu á þessu ári? Já. Jafnvel. Það er svona löngurinn og planið. Já. Já, við vonum það. Og hvernig fer það fram? Bara að finna dagsetninguna? Til dæmis, sko, síðasta vor þá fekk ég alla þessa höfðingja til mín. Á pressetrið? Á pressetrið. Ég rakk bara mínar konur að heiman. Nó plásina. Það er yfirdrifin Það fyrir vel ykkur í sófanum sig. Við þyrftum eiginlega að taka hérna flugfreyju. Já, getur við ræðað ykkur svolítið penn. Ég fekk alla til mín á pressetrið og dömurnar fóru bara, það hefði verið gott að vera búin að fá göngin, þær fóru til Húsavíkur. Og svo bara breyttum við leikhúsinu í upptökustúdíó og æfingar. Þetta gerir svolítið mikið svona. Við erum náttúrulega kannski flestir okkar alltaf eitthvað að pína að semja og dunda okkur, sko. En við skipuleggjum með löngum fyrirvara það að hittast allir 9 helst í sko allavega langa helgi. Já. Og þá er bara vakna, borða, drekka og búa til músík og æfa hana. Og þegar 9 manns koma saman og allir semja bæði lög og texta, þá gerist þetta ansi hratt. Það hefur aldrei gerst að þið eru bara allir 9 og bara, það er ekkert að gerast. Nei, einn og einn er kannski svona andlega fjarverandi, en það hefur meira með, já, það hefur kannski meira að gera með svona hvaðan innbyrðir en ekki endilega andagiftina. En manni líður samt stundum þannig að þegar sko búin í 3-4 dagar svona, komið nú ekki droslega miklu í verk, sko. Og svona fer maður yfir það sem gerðist og bara, holy shit fuck, djöfull eru búin að gera mikið. Bara hellingur og bara endanum plata. Já, ég held að það hefur legið hvað 6-7 lög. Já, nokkuð klár tilbúinn og nokkur Eftir þessa presseturs heimsókn? Já, það er bara hálf plata. Þannig að mesta effortið er eiginlega bara að plana þetta með nógu löngum fyrirvara því að ná 9 manns í fullri vinnu með börn og alls konar skildur saman sko í langa helgi það er ævintýralegt skilur. Og eru þið með Excel-skjal í þessu? Er þetta bara... Nei. Hvernig kemst þú? Það er bara, við höfum verið svona yfir sko einhver nefnir einhverja helgi sko og hún er svona sett inn í einhvern kalendar. Og svo ef einhver segir nei, þá er hann alltaf færð svona einni helgi fjær.
og svo bara svona... Svo maður færist úr aftar eftir árinu. Já, það er bara þannig. Þetta var í fyrra á Pressetrinu. Þetta er í fyrra. Þannig þið eigið hálfa plötu. Eigum hálfa plötu. Og gott. Þið þurfum bara að hittast einu sinni í viðbót og þá kemur restin. Mér finnst það fann að lauma lögmaðurinn inn á programmi, sko. Nú. Og er eitthvað svoleiðis í kvöld og morgun? Já, þannig eitt. Nýtt lag. Það spiluðu hann þetta sem síðast líka. Spennandi. Ekki segja þetta. Nei, þetta var árið nýtt lag. Hver heldur að muni það? Ég maður það. Það er endar með ólíkindum. Já, ég er að segja Það er bara verið svo að lasta á prógramlistanum, settlistunum. Það er endar. En þið eru allir það ekki frá Húsavík að hafa tengst þangað, er það ekki rétt hjá mér? Jú, svona úr Húsavík og nærhlutum. Já. Ekki segja þetta við Sævar samt. Nei. Ég sagði nærsveitum. Ásbyrgi. Ég er ekki vissum að samþykkja það eins og því. Það sé nærsveit. Ok. Norðurþing nær ekki heldur utanum það eitthvað? Nei. En Sævar er það langur, hann getur tyggt sér heima frá sér til Húsavíkur, þannig að Hann fæddist á Húsavík, hann getur ekkert sagt. Fæddist þér í Húsavík? Já. Nú þá er þetta komið. Þannig þið hefur allir tengsl í Húsavík. Já. Það er alveg flott. Það þarf stundum að teygja sig pínu. Ég bjó þar sko í 6 ár. Já, ok. Það er eina tengingi sem ég hef sko. Mamma er með þess að flutt. Er enginn lengur Húsavík að þínu fólki? Já, fyrir utan konuna eina sem er konur frá Húsavík. Já, ok. Tengdaforeldrar einu. Styrkir þetta aðeins. Ég misti ekki það sem sumir vinnir okkar hafa mist sko, að þegar foreldrarnir fara, þá hefur ég líka ástæðu til þess að þó að ég vini sko, þá svona hefur maður ekki ástæðu til að fara. Hvað, á ég ekki vinni það? Jú. Þú heimsækjur tengt. Bara ekki nógu góð til að nenna heimsækja það. Ég ætlum að spóra núna yfir áramótin sko, af því að ég var hér tengdó. En ef ég ætti ekki tengdaforeldra og ekki foreldra eða neitt sko, hvað hefur þá að gera þarna? Þér eða? En eru þið ekki mikið með tónleika á Húsavík eða hvað? Gerist það? Ekki semtið. Nei. Það er bara engin staður þarna. Sem rúmar þetta Það bara er engin tónleikastaður. eða kannski ekki þessa Svona í alvöru talað. Algjört aðstöðu klunn hann á Húsavík. Býtu, þarf ekki að gera eitthvað í því þá? Jú, Jú. fólk er bara fucking skamma sína. Bara áskorun, ég er með. Nákvæmlega. Það er bara Á nákvæmlega. meðan, og þá er það bara Grænihetturinn og Göngin, nú eða Víkurskarði. Já. Annars leiði Skjólbrekku. Gríðarlega gaman að spila þar. Já, það er svona mitt á milli kannski. Við spila á Breiðumýri líka. Já, það er langt síðan. Þannig að svona nærsveitirnar. Það er náða. Það er Félagsheimilega stemningin er líka mjög skemmtileg. Það vinnum við okkur sko. En svo eru þið alveg með tónleika í Reykjavík líka, annars lagi. Já, við mistum mikið, við mistum Kaffi Rósenberg. Já. Við og allir aðrir. Allir aðrir. Og hvar hafið þið verið þá síðan Við þeir? erum búin að vera Hard Rock Kaffi. Já, er það komin svona sterkur staður? Já, það er Svipuð stærð. Það er svona heimaöllur núna. Það er svo fínt. Og eitthvað þar í pípunum, svona sem hægt er að gefa upp? Við erum að leita að það sem ykkur þar. Erum við ekki í febrúar? Ég ættir að fá staðfest að allir geti það, þannig að... Já, það er spurningin með helgina Áður en þið farið á túr. Já. Og er svo skálmöld líka að fara að gera eitthvað stórt? Já, við komum heim rétt fyrir jólin, tókum svona Evrópusprett þar, svona suður og austur og svo fyrir við aftur í febrúar og mars. Það er svona Skandinávía og eitthvað svona venjuleg Evrópa. Þetta er mikið úthald. Er þetta bara svona lífið? Túrar, Evrópa, Ísland. Já. Og vinna bara, ég ætla að vinna því. Og svo ertu líka að vinna? Já. Ó, þetta er svo að vinna. Hefur heyrt hugtakið kulnun? Já. Streita? Já, algjörlega. Ég sagði þetta alltaf að ég væri bara í rosalega mörgum hljómsveitum af því að ég myndi gera það í staðinn fyrir að eiga börn. Já, nú ertu líka með börn. Já, nú er ég 2 börn, sko. Það ertu ekki aðeins að svona passa upp á þig? Jú, eða bara henda þeim. Annarkvort? Jó, auðvitað. Þetta er mikið skipulag og svona. Varstu farin að finna fyrir einhverjum einkennum streitu þegar kulnunar? Nei, það varst allt í lagi. Það er frábært að vera ég, sko. Þú kemur bara að tala um mig. Ég veit hvernig það var slappað. Já. Ármann getur aðstöðuð með það. Já, hann hefur masterað það algjörlega. Alveg rólegur. Sérðu til dæmis þessa líkamsstöðu hérna. Alveg slagur. Sultuslagur. Heyrðu, ég ætla ekkert að teygja lopan eða það er ekkert eitthvað sem þið þurfa að koma á framfæri annað en lagi sem þið ætlaði að spila fyrir okkur. Vil ég segja ykkur eitthvað þetta lag? Þetta er gamalt lag. Þetta er gamalt lag. En samt af nýjastu plötunni. Já, samt nýlegt. Okay. Þetta er nýlegt með okkur. Gamalt en nýlegt. Þetta er yngri en þú. Bibbi, þú samdir þetta. Já. Hó. Á hálftíma. Já, þetta lag var til ótrúlega hratt. Þá vorum við í æfingabúðum í Borgarfirði. Við vorum alveg alltaf það. Og svo tókum við þetta upp í Hrísey. Síðasta plata var tekin öll upp. Þá fórum við bara 2 helgar, 10 daga eða eitthvað. 14 helgar á viku í. Og þar rigguðu upp stúdíó eða er eitthvað stúdíó þar? Nei, við bjuggum til stúdíó úr Sæborginni. Og þar vorum við bara 9 í hálfa mánuði, það voru 14 dagar.
Þetta var frábær tími. Var það sumar? Þetta var fáránlega gaman, ágúst. Já. Vá. Og þetta var einmitt bara, lagið var til, lag og texti bara á hálftíma og svo var þetta spilað inn bara á rauntíma. Og þetta er, já. Bingo. Já. Og þú líka textan? Já. Hvað fjallar lagið? Lagið heitir Hosiló. Já. Hvað fjallar það? Ég veit það ekki. Heima í Hosiló? Dystopísk útópía. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og góða skemmtun á græna hattinu. Takk, takk. Takk fyrir. Og svo fæ ég að heyra lagið. Yes. Barinn lokaður og borgin ljót, við rauðilegu bíla geðveikina, allt sem þú röfti liggur upp í mót, ekkert sem virðist þínar þrautilina, áhyggjufullu skaltu fylgja mér, falin hamingja í húsasundið og tapar vist varla því sem ekkert eltu með pínulítinn spöl, hó hó hó, komdu með mér í Hosiló, í húsinu þar sem Jónas bjó. Hó, 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 í Hosiló, komdu með mér í Hosiló. Vantaði fyllirí og félagsskap, fínasta landa eða raunar meyjar í bítið. Þú getur fengið morgunmat sem minnir á sveitina og Bretlandseyjar. Kaffið rjúkandi og kjötið meitt, klósettið teppalagt og stjettin líka. Busjó sem allir geta prufukeyrt og peningar liggjandi út allt. Hó, 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 komdu með mér í Hosiló, í húsinu þar sem Jónas bjó. Hó, 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 í Hosiló, komdu með mér í Hosiló. Hó, 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 komdu með mér í Hosiló, í húsinu þar sem Jónas bjó. Hó, 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 í Hosiló, hó, 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 komdu í Hosiló. Komdu með mér í Hosiló, í húsinu þar sem Jónas bjó. Hó, 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 í Hosiló, komdu með mér í Hosiló.